Stjórn Byggðastofnunar var kunnugt samninga við Lotnu kaup á eignum Eyrarodda á Flateyri á öllum stigum málsins að sögn forstjóra. Forstjóri Byggðastofnunar segir fyrirvara hafi verið gerða við undirritun kaupsamnings Lotnu og eignum fiskvinnslunar Eyrarodda á Flateyri. Forsvarsmenn Lotnu segist hafa uppfyllt fyrirvarana með samþykki Byggðastofnunar. Jónas Margeir Ingólfsson segir frá. Þrátt fyrir ákvörðun stjórnar Byggðastofnunar að samþykkja ekki kaup Lotnu EHF á eignum Eyrarodda lá fyrir samningur kaupin sem Byggðastofnun hafði undirritað ásamt yfirlýsingu frá skiptastjóra þar sem allir veðhafar í eignum Eyrarodda samþykkja kaupin. Í samtali við Fréttastofu segir Aðalsteinn Þorsteinsson, forstjóri Byggðastofnunar, kaupsamningin hafi verið undirritaður með fyrirvörum. Annar þeirra hafi verið að samningur komist á útfærslu skuldbreytinga. Aðalsteinn segir afstöðu Byggðastofnunar vera að slíkur samningur hafi aldrei komist á og því sé upphaflegi kaupsamningurinn ekki bindandi fyrir Byggðastofnun. Fréttastofa hefur undir höndum tölvupósta frá lögmanni og forstöðumanni lögfræðisviðs Byggðastofnunar þar sem tilboð lagt fram útfærslu skuldbreytinga. Stjórnendur Lotnu samþykktu tilboðið og inntu af hendi greiðslu við yfirtöku eignanna. Í samtali við Fréttastofu segja þeir því skuldbindandi samning útfærsluna hafa komist á og fyrirvara kaupsamningsins þannig uppfylltan. Kaupsamningur Lotnu á eignum þrotabús Eyrarodda sé því bindandi fyrir Byggðastofnun. Stjórnendur Lotnu hófu því fiskvinnslu á Flateyri og hafa nú ráðið 31 starfsmann. Lotna EHF íhugar nú að leita réttar síns gagnvart Byggðastofnun. Í samtali við Fréttastofu segist forstjóri Byggðastofnunar ekki telja að samningur skuldbreytingu hafi komist á, enda hafi hann hvorki verið skjalfestur né undirritaður. Því sé upphaflegi kaupsamningurinn ekki bindandi fyrir stofnunina þrátt fyrir undirritun hennar. Það sé á ábyrgð stjórnenda Lotnu að hafa hafið vinnslu og ráðið starfsfólk. Forstjóri Byggðastofnunar segir ennfremur stjórn stofnunarinnar hafi verið upplýst málið frá byrjun. Þannig hafi stjórnin vitað af fyrirvörunum og þeirri skoðun lögfræðinga hennar að bindandi samningur hafi ekki komist á útfærslu skuldbreytingana. Forsvarsmenn Lotnu segja að skiptastjóri Eyrarodda hafi sagt þeim að halda áfram starfi sín á Flateyri enda þótt Byggðastofnun hafi ekki samþykkt tilboð þeirra í búið. Sigurður Aðalsteinsson, talsmaður Lotnu og fyrrverandi eigandi fyrirtækisins, segir skiptastjóra þrotabús Eyrarodda hafa hvatt fyrirtæki til að halda starfi sínu áfram. Byggðastofnun hafnaði tilboði Lotnu formlega á veðhafafundi þrotabúsins á miðvikudag. Fundurinn hófst á því að slitastjóri gerði grein fyrir tilboði Lotnu í allar eigu búsins. Síðan óskaði skiptastjóri eftir afstöðu veðhafa til tilboðsins. Í fundargerð kemur fram að SPKF, Landsbankinn og Ísafjarðarbær samþykkja tilboðið en Byggðastofnun hafnaði. Segir að stofnunin telji það ekki forsvaranlegt að selja eignir búsins til Lotnu og leggur til að þær verði auglýstar til sölu með stuttum fresti. Þá telji Byggðastofnun það málamyndagjörning að skipt hafi verið stjórn í Lotnu en stjórnarskipti urðu í fyrirtækinu fyrir viku. Forsvarsmenn Lotnu vissu af því nokkru fyrir veðhafafundinn að Byggðastofnun ætlaði sér líklega að hafna tilboðinu. Hvers vegna fóruð þið samt í það að ráða fólk til starfa? Við vorum búin að fá eignirnar afhendar. Við vissum það ekki fyrir í restina að Byggðastofnun hætti við. Við erum komnir á staðinn og byrjar að gera og græja. Við stöldrum við og töluðum við skiptastjóra. Bara okkur var sagt að halda áfram. Við erum með samning. Stjórnarformaður Byggðastofnun hefur sagt að ástæða þess að ekki var gengið að tilboði Lotnu sé viðskiptasaga eigenda fyrirtækisins. Sigurður segir að hún hafi legið fyrir allan tíman og hefði því ekki átt að koma óvart. Þeir segja ósatt að Lotna sé ekki búið að fá neitt samþykkt hjá Byggðastofnun. Það er ósatt. Ég hefur ekki fyrirtæki og orðið gjaldþrota eins og margir aðrir. Það hefur engin lánastofnun þurft að afskrifa eina einustu krónu á þessum fyrirtækjarekstri mínum. Ekki ennþá. En launakostnaður hefur fallið á ríkissjóð? Já, einhver tapar í gjaldþrotum. Ekki náðist í Friðbjörni Garðarsson, skiptastjóra þrotabúsins í dag þrátt fyrir ítrekaða tilraunir.